Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að við erum búin með Hong Kong, það komið að Afríku. Já. Við erum svolítið á flakki heimsálfurnar. Já. Frá Siglufirði til Afríku. Þú stefnir á að fara, velkomin. Takk. Ég gleymi alltaf að segja velkomin. Já, þakka þér fyrir. Vala. Það að því við erum alltaf búin að heilsa fólki áður og eitum á rekk. Já. Það það sem að rugla okkur. Hæ Vala, velkomin til okkar í pakkhúsi. Takk fyrir. Þú stefnir á að fara til Afríku. Já. Og þú ætlar að fara að vinna á ljónabúgarði. Já, þetta heitir Big Cats Farm, í Suður-Afríku. Já. Það eru ljón, blettatýrar, tígristýr, ýmis kattadýr. Já. Mjög spennandi. Og veistu hvað þú ert að fara að gera þar? Já, sko, ég er svona búin að vera náttúrulega að skoða þetta, en ég þarf líka svolítið að pása mig því ég verð svona yfirspennt. Þannig að ég skammta mér, en ég er alveg búin að kíkja á dagskrána. Þetta er náttúrulega, þetta er vinna, þú ert þarna að hugsa dýrin, það eru þarna unga sem fæðast á búgarðinum sem að maður er að koma til manns. Já. Og svo er verið að hjúkra særðum dýrum og svo er verið að byggja þarna og þetta er svona... Hvernig datt þetta í hug? Herra, ég er búin að vera þarna lengi á leiðinni, eiginlega bara frá ég man eftir mér og svo sá ég þarna auglýsingu hjá Kilroy með einmitt þetta og þetta er einmitt sko, ég er alltaf búin að stefna annað hvort að vinna með ljón eða fíla og þetta fannst mér allavega greip mér rosalega og sérstaklega það er safari hérna rétt hjá og barnaheimili og ég væri gjarnan til í að fara á alla 3 staðina sko. Svo er þetta náttúrulega bara spennandi menning og... Við erum nefnilega svo ofta að fá fólk sem er búið að fara í svona ferð. En það er svolítið gaman að fá eitthvað sem er að plana það vegna þess að við eigum nú mörg einhverja svona drauma aftast í hnakkanum sem er ekkert, já, sumir kannski verða aldrei að veruleika. En heldur þetta gerist? Sko, fyrst að ég komin hérna, ég veit að verður þetta gerast, það er svolítið vandræðilegt eða það er svo ekki úr þessu. Bara spila alltaf þetta viðtal. Já, nákvæmlega. Vala sem aldrei fór. Þetta er allavega, þetta ítir manni. Núna get ég ekki hætt við. Nú er bara að drífa sig. Og hvað sér þið fyrir þér að vera lengi? Það náttúrulega fer bara allt eftir því hvernig peningamálin standa. Þetta er drullu dýrt, sko. En ég meina, flugið er náttúrulega dýrasta og ef maður er að splæsa í flugið þá finnst mér að maður geti alveg eins verið aðeins lengur, sko. En er þetta sjálfboðavinna? Þetta er sjálfboðavinna, jú. Ertu svona mikil ævintýramanneskja? Já, ég vil vera það. Ég væri búin að ferðast mikið, ég er alveg búin að ferðast mikið en ekkert svona framandi. Þannig að mér finnst svona komin tími til áður en að ég fer að rotna. Stefnir á að... Nú, rotna. Það var ekkert verið að... Ég misti orðið. Ég ætla frekar að fara á ljónabúgarð, frekar en að rotna. Já, satt. Já. Það er svona þessi grái hversdagsleiki. Já, sem að rotnar í. Sem að rotnar í. Gott úr jákvæð hérna. En hérna, allar einn? Ég eiginlega veit það ekki. Nei. Ég á vinkonu sem að við erum að hugsa að fara saman. En svo fer þetta bara allt eftir peningastöðu og vinnu, hvernig maður kemst frá og svona. Það er blessað praktíkin. Það er praktíkin, jú. Þú ert nú í sambúð, þú ætlar ekki að draga manninn með? Nei, hann er með ofnæmi. Fyrir ljónum? Fyrir öllum dýrum. Þetta yrði honum sko aldur til að fara með mér sko. Hann bara verður heima og passar húsið. Hann myndi bara rotna hana. Hann myndi bara rotna hana. Honum finnst grái hversdagsleiki miklu skemmtilega en svona. Já. Hann vill bara vera... Það er nú líka allt í lagi í samböndum ef að... Það er fólk bara... Það verður að vera svona yin og yang. Já, einn drífur sig og einn drífur. Já, akkurat. Hann er nú svo sem ævintýramaður en ekki þekkir mér að dýrum. Nei. Hann myndi drepa hann. Þetta er svo rétt hjá Cape Town, hann að fyrir svo sem ekkert alveg út í eyðimörkinni beint. Nei. Og þú væntanlega lesið til að það eru fleiri þjóðir hérna og veistu hvað margir starfsmenn eitthvað svoleiðis? Nei. Ég hef ekki hugmynd það sko. Þetta er bara, ég hugsa hlutin ekkert alltaf til enda. Ég bara ákvað að fara og þetta er, það er náttúrulega mismikið af sjálfboðaliðum. Ég talaði þarna við Mörtu hjá Kilroy og var svona forvitnast hvenær er helsti tími sem þurfa sjálfboðalega því að auðvitað er maður að fara til eitthvað ævintýri en maður fer líka að því maður vill gera gagn og ég vil ekkert koma þegar þú hafa alveg nóg af fólki og ég væri hvort eða bara í fríi. Það væri
mér finnst flottast að koma einmitt þegar þau þurfa á manni að halda, þannig að ég svona hef það líka í huga. En það er líka búið að vera svolítið ævintýra ár hjá þér, er það ekki? Þú varst að útskrifast, þú varst kynnir hérna á... Það var í fyrra. Fyrra, já. Já. Guð, hvað 2013. ár er 14? Já, ég er að meina það. Já. Búið að vera ævintýra ár í fyrra. Já. 2013. Það var ekki ýmislegt í gangi þar? Jú, það var frábært ár, nóg að gera. Ekkert að rotna á 2013? Ekkert rotna, en voðalega lítið. Svona inn á milli þetta. Þetta var voðalega gaman, skemmtilegt ár. Verðum við ekki að fá að fylgjast með henni og fá, þú veist, alla myndirnar sendar og hérna, Skype á henni eða eitthvað? Jú, svo þurfum við að opna pínlítið box annað sem að ég veit að þú ert með þarna einhver í rannsóknarsanum. Þið langar Ég ætti að tala um hana hljóðnemann. Þið langar að búa til hérna heimildamyndum þetta, eða ekki? Jú. Eða sem sagt, Jú. taka upp eitthvað aðferðinni. Mér langar það alveg ógurlega. Með sko, náttúrulega, eða sko ég er búin að vera svona lengi að hugsa mér langar að vekja athygli á dýravernd og mér finnst eins og því ég fór að tala um það við fólk að þetta var sem mér langar að gera, það er náttúrulega, það eru rosalega margir sem vilja fara í sjálfboðaliðan starf og horfa þá kannski bara á barnaheimilin sem er náttúrulega gott og blessað, frábært, ég var alveg til að gera það, en ég fann fyrir fordómi því ég nefndi að ég vildi fara að vinna með dýr og ég fekk bara komment á það sko að hvert eða tímanum í þetta, það er börnin þurfa miklu frekar aðstoð að halda og það er bara ekki rétt. Ég ætla ekki að segja sér nóg á fólki, það er alltaf skortur á fólki, en mér finnst þetta þarfur málstæðu líka, alveg rosalega og mér langar svo að opna fyrir það og líka svolítið bara fara með fólki ánga, sýna hvernig þetta er. Maður ímynda sér þetta og ég til dæmis, ég hef ekki sjálf farið, ég veit ekkert hvernig þetta er, þetta ofta koma mér óvart og mér þetta er rosalega gaman einmitt að geta bara svolítið opna fyrir þetta og líka bara þannig að fólk sjáu hvernig þetta er. Þetta er ekkert bara leikur og gaman. Þetta er alveg alvar og fólk þarf kannski að sjá það og svo er líka bara menningin og bara flott landslag og bara allt saman þarna. Þannig hvort sem að þú tækir með þig tökumanni eða væri bara með GoPro og ennu alla daga. Ég teki þetta alltaf með mér heim. Það langar að sýna fólki að það upplifi þetta á svipan. Já, algjörlega. Spennandi, það verður gaman að fylgjast með þér og draumum þínum og þegar þú ekki rotnar. Þegar ég ekki rotnar. Það er planið 2014, áramótaheitið. Það er rosalega fínt plan, við ætlum heldur ekki að rotna 2014. Nei? Bara ætlum ekki að gera það. Ég virði það. Ég veist allir að stefna það. Já, það er mjög gott. En er það bara búið okkur í dag? Ég held bara sveimir þá að það sé komið bara tíma á að segja stopp, en við erum endurtekið bara rétt á eftir ef fólk misti á einhverju. Já, það mistu að fyrsta atriði í þessum þætti, þá byrjar það núna eftir 5 mínútur, eftir auglýsingar. Þannig að við getum sagt verið sæl, en líka komið bara blessuð og sæl. Já, en þakk fyrir í dag og hérna er greinlega komið föstudagur í fólk. En þakk fyrir í dag og sjáumst aftur næsta föstudag. Góða helgi.